Það er Elvis sem að opnar þennan þátt hjá okkur. Rólegir tónar hér í dag og með okkur Kjartan Ragnarsson frá Myntkaupum. Kjartan, velkomin. Takk kærlega fyrir. Elvis, segirðu, ertu þungur á þeim vagni? Hef verið það síðan ég var 7 ára gamall. Já. Jólin 96. Já. Ok, býtu, hvernig manstu það? Þú ert það þungur? Já, ég bara man að pabbi gaf Kára bróðum minnum Elvis Greatest Hits jólagjöf. Já. Og þetta the greatest hit? Það svona eins og þegar ég fekk ABBA Gold. Já, þú veist, þetta eitt af bestu lögunum sko, en ég ger ekki upp á milli þeirra ekki frekar en barna minna sko. Nei, ég veit. En fyrsta lagi sem heyrði var Return to Sender á þessari plötu og já, ekki aftur snúið. Nei, ég veit. Return to Sender. Elvis, frábær listamaður, ég held við getum verið sammáluð það. Já. Herði, einmitt, velkomin. Við vildum fá þig svona til að fara aðeins yfir okkur með, nú gerðum við þátt Myndkaup og sem ég skilst að hafi verið bara svona sæmilega nákvæmur. Já. Svona innan skekkjumarka, kannski. Já, það voru skekkjumörk. Já, það er alltaf skekkjumörk hjá okkur, sko. En hérna við vildum nú bara svona fá þig og fara yfir það og svona kannski að fara yfir það núna, eflaust margir tekið eftir því að það eitthvað að vakna, menn að vakna til lífsins í kringum rafmyndirnar. Já, þetta er alveg frábær tímasetning á þessum þætti, sko. Reyndar sko munan, hann kemur nú ekki út alveg strax. Verðum við ekki að drappa hann bara strax? Jú, við verðum eiginlega að gera það. Já, hann verður það current. Já, hann verður það current. En sko, byrjum aðeins á því. Hvað að gerast núna bara, burtséð frá Myndkaup, hvað að gerast á markanum? Já, það skemmst frá því að segja. Við erum með 30% hækkun frá því á sunnudaginn og... Í dag miðvikudagur? Já, í dag miðvikudagur. 25. ótt. 25. ótt. Og það var áhverð, sko, við erum alltaf... Þú veist, Bitcoin núna 110% cirka upp á árinu. Byrjaði árið í 16.5 eftir náttúrulega skelfilegt ár 2022 og búið að vera þetta trend alveg ótrúlega. Það virðist eitthvað þessi trend virðist eitthvað ekki brotna að Bitcoin hefur alltaf tekið 3 ár græn í röð og svo 1 ár rautt. 3 ár græn, 1 ár rautt og aldrei tekið 2 rauð ár í röð. Og virðist vera að loka þessu ári í plús. Og það hefur haldist bara frá 2009 eða þannig? Já, og það sem sko, þetta ár samt búið að vera dálítið sérstakt, þó að sé þessar miklu hækkan, þær komu allar fram fyrir hluta árs og svo ekkert í, þú veist, maí eða hvað þá er þetta bara búið að vera mjög döll markar, þannig að þetta er bara búið að hanga hana í reynsi, svona 20-30k, 25k eitthvað svoleiðis og svo búið að vera gríðarlega eftirvæntinga eftir því að BlackRock og reyndar fleiri, alveg, ég held að séum 11 sjóðir og fyrir það sem ekki þekkja að BlackRock stærsti eignastýringarsjóður í heimi með rúmlega $10 trillion, þessi 10.000 miljardar dollara í assets under management og nú svona liggur eiginlega alveg ljóst fyrir eftir að bandaríska verðbréfaeftirlitið tapaði dómsmáli í september rétt. Var það á móti Ripple eða eitthvað annað? Þeir töfðu enda líka á móti Ripple. Var það ekki bara núna fyrir nokkru dögum? Nei, það er aðeins lengra síðan. Þó það er búið að taka ákveðum áfríð ekki. Þeir voru reyna að hafna umsóknum SEC, ekki reyna, þeir höfnuðu þessar umsókn. Vísu ekki hjá BlackRock heldur á Grayscale. Og vildu ekki leyfa spot ETF, þessar kaupallar sjóði sem eru bara sjóðir sem kaupa beint í Bitcoin. Bara svona vísitölur eða ekki? Já, og þeir eru ekki að díla með hennar afleiður, það nú þegar Futures ETF, Bitcoin Futures ETF til og hafa verið til í ykkur ár. Er það solid dæmi eða? Já, þú veist, það er bara hátt bara með aðgengi að verðinu, sko. En munurinn þó sá að það engar undirliggjandi eignir, sko, eða það eitthvað reglur hvernig það verið að hedga þetta, ég þekki það ekki alveg til hlítar, en spot ETF bara voðalega svona basic concept, þú bara með sjóð og þú kaupir í sjóðnum, bara eins og kaupir í ykkur hlutabréfasjóðum og sjóðurinn kaupir samhliða direkt í Bitcoin, bara Bitcoin sjálfri eigninni. Ekki einhverjum gjörningum, fjármálagjörningum eða eitthvað öðru og þeim var hafnað og sett Grayscale og þeir fóru með það fyrir dómstóla í Washington, unnu það og fengu og dómstólinn sem var fjölskipaður fór svona dálítið hörðum orðum málsmeðferðina hjá SEC, bandaríska verðbréfaeftirlitinu og þá hefur líka nýverið á undan því tapa á móti Ripple í öðru máli en þeir voru fann að líta dálítið títil út ákvað áfríða þessu ekki. Þetta svona eins og ske hérna heima. Já, þetta svona amplifæð útgáfa ángríns og
og þannig þeir ákveða áfríði ekki, þannig að þetta að koma, það 100% og einu spurningin hvenær verður fyrir áramóti eða hvað og þá búast allir við það líka bara ekki hægt að búast inn í öðru, það liggur í hlutanaseðli að það mun flæða gríðalegt fjármagn inn. Bitcoin, heildar markaðsvirði Bitcoin núna eftir þessar nýgengnu hækkanir eitthvað 650 $miljarda, það heildar market capið og þú voru að tala skilur að þú ert með bara einn af þessum sjóðum sem BlackRock segir maður ákveðst þetta 25 púnta þú veist, 0,25% af 10.000 $milljörðum. Þetta enga smá tölur sem var að fara flæðin þannig að þetta svona myndi ég segja narratífið fyrir þessum hækkunum það bara þessi spenningur fyrir þessu og fólk vil, enda maður finnur dálítið það að byrja aftur, ekkert í líkingu við hæpið sem var því muninn á 2021 þú veist, en maður finnur svona að reynslu meiri aðilar þú veist svona fólk sem að veit að búið að vera í svona okkur lengi og náða svona kúpla sig út fyrir bearmarketin auðvitað alls ekki allir sem náða að gera það sjálfur hefur maður bara verið á vagninu bara eiga þetta alltaf sko í gegnum allt og svona genum súrt og sætt en þeir sem náða að kúpla sig út fyrir bearmarketin eða kannski snemma í bearmarketinum þeir eru svona byrjaðar aftur núna á vagninu lífsins sem myndi halda frekar jákvæður fyrir búði. Eitt bara með, þú talar þessi dómsmál í Bandaríkjunum hversu svona mótandi fyrir Bitcoin heiminn eru Bandaríkin? Þegar þú ert að reyna að fá upplýsingar hvað að gerast og fleira eru Bandaríkin bara alfa og omega með hreyfingar og fleira? Eða? Þeir eru klárlega leiðandi, engin spurning en mér finnst samt sko ég geld svona varhug við allir rosa mikið talað SEC bandarska verðbréfaeftirlitið sérstaklega þeir virðast oft vera svona búin að leggja ákveðna blessun yfir Bitcoin en þeir hafa verið ákveðni herferð gagnvart öðrum rammyndum og vilja skilgreina þær sem securities eða verðbréf og þetta hefur reynst mörgum aðeins sem kaupum erfiðu ljár í þúfu meðal annars Coinbase það nú þegar í gangi dómsmál þar sem þeir vilja meina að þessar aðra rammyndir en Bitcoin séu raunverulega óskráð verðbréf samkvæmt bandarískum verðbréfalögum og séu það að leiðandi ólögmætt söluvara og ofan á það séu þeir ekki með tilskilin leyfi. Hvað er þetta heima? Þú veist eins og Bitcoin? Já, þetta allt öðruvísi heima sko, þú veist það náttúrulega hefur aldrei verið bannað að miðla sýndaregnum á Íslandi. Er það orðið? Sýndaregn? Sýndaregn, virtual asset og maður það bara að vera með skráningu hjá FME til þess að geta gert það. Já. Og En mér finnst einmitt svona að stundum umræðan á þannig nótum á ekki segjum að það hefði orðið eitthvað svona draconian situation í Bandaríkjunum að bara SEC hefði náð sínu framgengt að aðra rammyndir væri bara út í kuldanum og þeir gerðu við sko þeir kröðust þess víst af Coinbase skömmu fyrir að þeir höfðu málahendur þeim að þeir myndu taka allar aðra rammyndir heldur en Bitcoin úr umferð þú veist þannig að þeir voru alltaf bara þeirri stöðu þú veist ofta er það alveg með slægin svona ok á ég taka slægin eða ekki skilja hann var bara þú veist þú er bara gjör svona eyðileggja rekstramódel okkar og hann er búin að vera undir miklum hita Gary Gensler forstjórinn hjá SEC sérstaklega hjá þingmönnum republikana að þú veist þeir að segja bara þú veist ef rammyndir eru á framtíðin við vitum það ekki en margir vilja trúa því þá var eina sem vorst að ná að afreka með þessu er að þú ítir þessar nýsköpun út úr Bandaríkjum, hún er ekki að fara að hætta. Nei, það akkurt máli. Og við verðum bara eftirbátar. Þú veist þess vegna að þú spyrir sko, þú veist hvers, er það alfa og omega, þeir eru klárlega leiðandi en mér finnst samt svona stundum þeim ljáð samt of mikið vægi í þessu. Þú veist, og ég held að svona margir sko þar fatti þetta, það var einmitt einhvern tímann sagt í einhverju senatýring eða hvort það er fulltrúadeildinni að þá sagði eitthvað sko þegar Kína var nýbúið að banna þetta muniði í maí 21 bönnuð námugröft það var eitthvað sem sagði sko þú veist það er bara þjóðnbjörnregla sem virka bara vel fyrir Bandaríkin og við erum ekkert að bregða út af henni að if China bans it we should embrace it sko. Veist, þannig að þú veist þetta er auðvitað alþjóðlegur sektor og ekki háð Bandaríkjunum. Hvernig er þetta með þú talar þetta að Bandaríkin hefðu getið orðið eftir á ef að SEC hefðu náð sínu fram og annað. Þú veist hverjir standa svona fremst í þessu? Nú er Portugal til dæmis með eitthvað svona
smá safe haven Þeir reyndar held ég eitthvað að snúa Draga úr því. sko, en það klárlega hefur verið. Þeir hafa verið held ég gengið einna lengst í því sko. En er ekki dauðafæri fyrir ríki í dag að gera landið sitt að einhvers konar miðstöð, þú veist, í þessu? Ég er 100% sammála því og mér ástæða mjög góð punktur í þættinum sko. Og ég meina af hverju ekki Ísland þú veist, en hérna það verið stótt vera sem eitthvað veginn svo hugsun sé eitthvað veginn allt of fjarstæðukennt hjá stjórnmálamönnum meiri sé hjá þeim flokkum sem kenna sig við eitthvað konar En sko, eitt hérna, frelsi og annað. sorry, getur við hort bara aðeins á heildamyndina og því að það sem þið eru að tala um Portugal er að þeir eru svona safe haven fyrir að hvernig þú leysir þetta inn, það er ekki skattlagt, þetta á að vera svona friendly Ef við byrjum bara á byrjunni, það er gröfturinn, ekki satt Hvað kemur síðan næst í virðiskeðunni? Það er þá væntanlega, þú þarft einhvern veginn að annarkvort selja þær eða geyma þær Það er þá kauphallinnar og svo er það í rauninni þar sem þið eru að tala með Portugal Það er svona eiginlega næst retailnum einhvern veginn að þú eigir að geta sýsla með þetta á þess að ríki sig á eftir þér það ekki? Jú, það verður svona draumum ég er reyndar svona En þetta er nú samt að verða nokkuð líbúið hérna heima, eða ekki? Jú, en þú er samt með og ég er svo sem kvart ekkert undan því Kvartaði fyrir Þannig er bara heimurinn sko að náttúrulega það er fjármálstekjuskattur af listum hagnaði Akkurat En að öðru leyti klárlega er þetta mjög líbó eins og ég segi, það er ekkert einhver svona ekkert þungt regluverk þanniglega sem gildir rammyndir og maður finnur að rosa margir einhver veginn gefa sér að fyrirfram sko, ég finn ótt að margir kollega mínir ég er satt lögmaður og svona margir kollega maður segir rosa mikið hvaða löggjöf gildir þetta og svona gefa sér að sé eitthvað svona mjög ítarleg lagasetning sem hefur verið sett á laggirnar þetta, það er ekki raunveruleikinn það er raunverulega fyrst og fremst peningaþvættislögin sem hafa verið sett eitthvað markvisst sko, tekið eitthvað markvisst á rammyndum svo er það bara náttúrulega almenna skattareglur gilda og þetta eru fjármagnstekjur það var lengi eitthvað svona smá ágreiningur það því að það er sem sé þannig að hagnaðar að sölu lausafjár er almennt ekki skattskyldur þetta er eitt af því svona fáa sem getur verið aflaðir tekna skapa verðmætt á þess að greiða skatt sko. En svo er settur svo er annað ákvæði í skattalónu sem segir að ef þú aflaðir tekna með sölu lausafjár og varst gagngert að gera það í hagnaðarskyni þá ertu skattskyldur en þá sögum menn sko en þú veist skatturinn er látið alveg óátalið að menn sé að sýsla með Rolex-úr eða málverk og hvað er sko og af hverju þetta ekki og þetta fór fyrir yfirskattanefnd sem komst þær í niðurstöðu og ég skil það alveg og maður vissi alveg fyrir hann þeir gátt ekkert komast að annarri niðurstöðu að rammyndi væri bara þannig eðli sínu að þú værir ekki að kaupa þér þú getur sagt þú keyptir Rolex úr til að vita hvað tíminn er sko þú getur keyptir Apple Watch á svona 40 sinnum lægra verði en það er einmitt það sem maður heyrir frá öllum sem kaupa sér Rolex þetta er til að vita hvað klukkustæði en er þetta þá sala á lausaféð þá áttu við væntanlega fólk er kannski bara að selja þú veist, ég veit ekki sófasinn þú veist, í raun það er bara humdi, ef ég kaup með sófa á 300 skall, þú kemur svo heim til minni og segir ég verð að fá hana sófa, maður kaupa hana á 700 þá er það í raun ekki skattskylt þá er ég bara góður, má taka 400k skattfrjáls ef ég kaupi svo 20 sófa og býð 30 guðum eins og þér sko, þá er komið annað moment í það sko. En eitt hérna mér langar að fara aftur út í gröftin og bara svona mjög grönt og ég held að flestir sem er að hlusta kannir svona við Bitcoin og viti að þetta er námugröftur og annað en hvað er að gerast núna? Það er limited supply hvað eigum við mikið eftir af námugröfti og kannski ekki krafa á þig en þekkir eitthvað breykivinn, er þetta orðið arbært aftur eða hættir þetta aldrei? Þetta er klálega arbært núna það kom held í mómentana þú veist í sko alveg botninum sem var nóvember 22 þegar Bitcoin var í 15 og 5 þá er nokkuð við sem að hafa verið tími hana sem var sem sagt, ekki profitable að vera að grafa en þetta er svona daldið En fer það ekki líka eftir löndum? Jú, náttúrulega bara hvað rafmagnin kostar er náttúrulega bara algjör key faktor sko. Þekkir þessa tölu fyrir Ísland? Þú veist, þegar þú segir 15 voru þá Íslandingarnir bara hringi landvirkjun herðu, þurfum að cancela þessu Ég er ekki með nákvæmar tölu, nei. En ég er hins vegar eiginlega alveg sem að það var tími þá sem var ekki arbær Núna veit ég fyrir víst að það er mjög profitable samakarvört í heiminum að grafa Bitcoin 34 af því að þetta er aldrei markaðar sem hann jafnar sér svo mikið út sko, út af því að gefum okkur það að Bitcoin færi bara núna á
eitthvað parabolic uppsving upp í 200.000 bara á nokkru mánuðin, bara gefum okkur það að klikkaði scenario, að þá náttúrulega eru bara allir að fara að setja upp mæning aðstöðu og þá verður miklu dýrara að grafa eftir Bitcoinu, af því að þetta er bara það sem sagt, þú spurði hvað er búið að grafa mikið, það er búið að grafa 19,5 miljón rúmlega, af þessari 21 miljón. Já. Og nú í dag er að koma 900 Bitcoin á dag á markaðinn, svo í mars, apríl á næsta ári, þá verður svo helmingun, sem er svona mjög stór viðburður í Bitcoin bálkakeðinni, Bitcoin forritinu á 4 ára fresti og þá eru grafið 450 á dag. Og svo gerist það koll á kolli og þetta er aldrei áhægt, maður hljómanist að sé vitlaust, en þetta er samt rétt að með þessari formúlu, að þetta helmingast 450, svo 225 og svo koll á kolli, að þá endar þetta 2140. 2140. Það var náttúrulega bara það sem var gefið upp bara alveg strax í byrjun, eða ekki? Jú, en ég man bara fyrst þegar ég heyrði þetta, þá var ég bara býtu, ég fór að svona, reikna þetta sjálf, þetta bara getur ekki verið, þú veist, það við komum 19,5 miljón núna, þú veist, en þetta... Helmingur áhrifin, sko, þau telja. Þannig að það eru kannski börn sem eru að fæðast í dag, sem munu ná að fagna þarna, þegar þetta klárast. Já, einmitt. Og þá spyrir margir, hvað tekur við þá eftir? Er það þá bara búið, eða er ekki, að því að þú veist, það sem, þú veist, mæning er, ok, auðvitað er flókið, maður ætla að fara eitthvað super detail og ég er sjálfur ekkert vel til þess fallin, en í grunninn er þetta bara mjög einfalt. Þeir eru ekki, það sem tölvunar eru að gera, þær eru að tryggja öryggi bálkakeðinnar, hún sé alltaf rétt, þú veist, og þess vegna, og það verður aldrei orðið mistök í sögu, þetta er að vera 15 ára saga, og bara með fullkomið track record, og núna erum við hann að þú getur bara ekki komið einhverju lígi inn, þar að segja einhverju falskri færslu, af því að computer powerið sem er að verifæja þetta er bara svo gríðarlega sterkt og þá virkar þetta bara þannig að þegar ef ég ætla að senda þér Bitcoin, ég ætla að senda 0,01 Bitcoin og þá fer það í eitthvað svona bats, svona queue, bara röð í svona sem heitir mempool og það safnast einhverjir fleiri tugir eða hundruður jafnvel af færslum, bíða eftir að fara í sér bálka, blokk og svo þegar það er komið í bálka þá er það eitthvað svona talnaruna gríðarlega löng sem tölvan þurfa að giska á. Það er til ein tölva nær að giska á rétt og þar fær hún þá bálkaverlunin sem er núna 6,25 Bitcoin og það er sem sagt mining rewardið. Svona það fá þær svona lítið transaction fee líka, þú veist, ef ég sendi 0,1 Bitcoin þá er ég núna að borga fyrir eftir hversu háfærslugjöld ég er tilbúin að borga, eftir því sem ég borga herri þá fyrir hún fyrr í, þá taka mænarinn fyrr upp og þetta er svona tala eitthvað stáður yfirleitt í kringum $0,5 til $1 sem er enn allt og mikið fyrir Er það gasfíð líka? Já, það er endur ekki kallað gasfíð í Bitcoin, það er kallað í Ethereum, þetta er svona nákvæmlega sama koncept og svona færslugjöld eiginlega. Já, og þessi færslugjöld er alveg rétt, þau eru alltof dýr, það meikar ekki sens að fara að kaupa þér hamborgara eða kókumjólk í bakari að vera að borga $0,5 til $1 í færslugjöld en ef þið hugsið Bitcoin sem ég vil meina að sé algjörlega réttu glerun til að setja á sig sem stórgreiðslukerfi, þá er þetta fáranlega skilvirkt og hagkvæmt stórgreiðslukerfi og þetta er stórgreiðslukerfi sem bara settlar allt í rauntíma með final settlement þú veist, ef maður skoðar einhver stórgreiðslukerfi eins og Swift eða eitthvað, þá er þetta bara miklu betra og það er tiltölulega raunhæft og verið að gera núna er tilbúið, notað einhver leyti að byggja svona second layer á, bara í second layer eins og bara Visa og Mastercard og þetta kreditskilur þannig að þú veist, það er fólk svona leiðum að fyrir að nálgast Bitcoin sem stórgreiðslukerfi, ef maður vill fara í þessar greiðslulausnir, þú komst þetta með góðan punktarna í dættinu sem margir einmitt að tala að velgin í Bitcoin er ekkert háð því að þetta verði endilega einhver greiðslu eirir. Ég reyndar held að það verði eventually af því ég held bara að peningur sem er búið í Kæru hlustendur, já það er nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verði að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað er mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar, það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar
Þið vil ekki missa því, Ég veit þannig ekki að hvað- allir ásendingaþáttir Já. þættir inn á partus.is/pingjan Það er og komið með okkur í ferðalag ekki orðum það mér